Kæru vinir, við erum loksins komin aftur úr ferðalagi. Hjónin fórum austur á land, skoðum firðina, keyrðum vel á 4.000 kílómetra. Það er allt of langt, allt of lítið gert, allt of lítil hvíld eða dvöl á hverjum stað. Þetta er svolítið svona kvissbang ferðalag, eins og oft vill verða. Við vorum að ferðast með vinum frá Englandi og maðurinn, hann er ágætur maður, kennari á eftirlaunum, kennir landafræði, svo hann er mjög vel í að sér í öllu sem heitir kortalestur, að rata og hann tínur ekki vegi sinu þar, en hann trúir ekki á Guð. Og Biblían er bara í hans huga saga. Þegar maður er langdvölin með fólki, hún trúir á kaþólskan hátt, konan, og ég man að það var eitthvað sem maður þurfti að leysa og hún sagði, ég bað þennan og þennan dýrlingin og hann reddaði þessu. Ég sagði ekkert við því, ég segi að dýrlingarnir er allir dauðir fyrir löngu en svona er þetta, maður bara tekur, og þau báru virðingu fyrir okkar trú og vitandi okkar sannfæringu, þannig að það var beðin borðbæn og það er semst eins og væri bara góður síður, en ekki dýpra. Þar af leiðandi fann ég mig einmana. Ég fann að það vantaði eitthvað, það vantaði samfélagið mitt, það vantaði kirkjuna mína, það vantaði trúsískinni mín, einhverja sem maður getur beðið með. Farandi í ferðalag með góðum vinum sem að ganga ekki með Guði á sama hátt, að maður upplifir sig einmana. Ég finn það svo vel og ég veit að margir geta tekið undir það sem hafa farið nýlega í ferðalag, að þetta er eins og tómleika tilfinning, það vantar systkinin, það vantar lofsöngin, það vantar svona meira af Guði í hjartað. Og gleymið ekki að samfélagi hérna, kirkjan okkar og hvert annað, við erum þó fáséum svo dýrmætt, við erum bara eins og fjölskylda og þegar maður fer eitthvað án fjölskyldunar, þá finnst manni vanta eitthvað. Mér langaði að deila þessu með ykkur og í því sambandi ætla ég að lesa hérna aðeins úr Sálmi 122. Ég varð glaður menn sögðu við mig, göngum í hús Drottins. Það var nefnilega aldrei sagt allan þennan halva mánuð sem vorum í burtu, eigum ekki að fara í hús Drottins, eigum að biðja saman. Það vantaði. Fætur voru standa í hliðum þínum Jerúsalem, Jerúsalem þú hinn endurreista, borgin þar sem öll þjóðin safnast saman. Ég vænti þess að þetta þýði hinn nýja Jerúsalem, sem á endingu verður okkar fyrsta heimkynni á himnum. Það segir í 4. versu áfram, þangað sem kynkvíslirnar fara, kynkvíslir Drottins. Fólkið hans. Það er regla fyrir Ísrael til þess að lofa nafn Drottins því að þar standa dómarastólar, stólar fyrir Davíðs ætt. Biðjið Jerúsalem friðar, hljótið heill þeir er elska þig. Friður sé í kringum múra þína, heill í höllum þínum. Sakir bræðra minna og vina, óska ég þér friðar. Sakir hús Drottins Guðvors, vil ég leita þér hamingju. Já, mig vantaði mína litlu Jerúsalem þegar ég fór í þessa ferð. Það var það sem ég vildi deila með ykkur í dag. Það er svo dýrmætt að eiga trúarlegt heimili og trúarlega samveru. Guð bless ykkur.